Phileas Fogg og þjónn hans Passepartout voru því fegnastir póstvagnin nam staðar á póststöð. Þá félaga verkjaði í allan skrokkin eftir hristingin í póstvagninum. Mér er ekki leiðilegt að þurfa að tilkynna ykkur að póstvagnin sem þið ætluðu að halda áfram með nýfarin, sagði póstafgreiðslumaðurinn. Hann varð að leggja af stað fyrr en áætlað var. Það var óheppilegt, sagði Fogg. Þeir félagar áttu ekki á öðru völ en að labba til næstu póststöðvar. Þar áttu þeir von á áætlunarvagni til Omaha. Póstafgreiðslumaðurinn sagði þeim til vegar og svo löbbuðu þeir af stað. Þetta var í septemberlok og það hafði ekki rignt lengi. Skógurinn sem þeir áttu leið var skrauðþurr. Passepartout þefaði út í loftið. Finnurðu enga skrýtna lykt? Fogg hnusaði líka í áttina sem vindurinn blés. Það eitthvað að brenna. Þeir stóðum stund á báðum áttum og vissi ekki hvað gera skyldi. En nú tók reykur að berast til þeirra með vindinum. Það var kviknað í skóginum og þeir gátu ekki séð hvar eldsupptökin voru. Kom okkur héðan, sagði Passepartout. En hvaða leið eigum við að velja? Spurði Fogg, þar sem hann hafði ekki hugmynd eldsupptökin. Skyndilega stökk Héri í veg fyrir þá. Þeir vissu að dýr eru miklu næmari á eld en menn. Þeir gætu bjargað sér með því að elda Héra. Bíddu, hlaupt ekki svona hratt, hrópaði Passepartout. En Hérinn hljóp alls ekki svo hratt, af því hann hafði meitt sig í annarri afturlöppinni. Ferðalangarnir áttu auðvelt með að elda hann út úr skóginum. Loks komu þeir að stöðuvatni og fleygðu sér þær niður lafmóðir. Passepartout tók litla ferfætlinginn sem hafði bjargað þeim í fangið og strauk mjúkan feldinn. Hann sá að Hérinn var með brunasár á afturlöppinni. Þakka kærlega fyrir, kæri vinur, sagði Passepartout. Við hefðum aldrei ratað út úr skóginum án þinnar hjálpar. Þeir félagar voru svo heppnir að vera með sjúkrakassa. Fogg bar brunasmysl á sárið á löpp Hérans og batt svo lauslega hana. Svo settu þau litla bjargvættin í ferðartöskuna og héldu svo áfram allir þrír. Þeir félagar Phileas Fogg og Passepartout gistu á litlu hóteli í litlum bæ, en þaðan voru tæplega 100 kílómetrar til Omaha. Þeim var leitið út hótelgluggan og þeir trúðu tæpast eigin augum. Snjór hafði fallið nóttina og lá nú eins og hvít ábreiða yfir trjám, húsum og götum. Það var útilokað að póstvagnin færi í dag. Ferðalangarnir horfðu ráðþrota í kringum sig. Sjáðu, sagði Passepartout skyndilega og benti á undarlegt faratæki sem stóð til sýnis og sölu framan við skúr nokkurn. Þetta líktist helst stórum sleða með siglu sem haldið var uppi með sterkum stálvírum og á siglunni hékk segl eins og á seglbáti. Aftur í var stýri til að stjórna faratækinu. Fogg keypti sleða og þeir Passepartout héldu áfram í áttina til Omaha. Passepartout sat við stýrið. Vindurinn sá að auka hraðan á faratækinu sem þautnuðu við hjarnið. Þeir þutu þannig yfir læki, tjarnir og akra því snjórinn lá jafnt yfir öllu. Hvergi var byggð að sjá, ekki einu sinni póststöð. Ekkert skar sig úr í umhverfinu nema snævi þakin tré á stangli. Þetta var nú ferðalagi í lagi. Fogg og Passepartout hjúfruðu sig hvor að öðrum. Þeir sögðu sem allra minnst því svo nístingskaldur var vindurinn að það var jafnvel þjáningafullt að opna munninn. En nú gerðist einmitt það sem Fogg hafði óttast mest. Það fór að snjóa aftur. Í hvað átt á ég að stýra? Spurði Passepartout örvæntingafullur. Haltu bara áfram beint af augum, sagði Fogg og reyndi að hafa vakandi auga á öllu því sem gæti tafið för þeirra. Þeir sáu ekki að þeir nálguðust fjall. Upp á því hafði myndast snjóskriða og á ferð sinni niður fjallshlíðina varð hún sífellt stærri og stærri, hraðskreiðari og hraðskreiðari. Grunlaus stýrði Passepartout faratækinu beint á snjóskriðuna. Nú varð ekki hjá árekstri komist.
Skriðan lenti á sleðanum með svo miklu afli að mennirnir grófust undir snjónum. Þeim tókst loks að grafa sig upp og þeir voru svo heppnir að sleðin var svo til óskemmdur. Þeir héldu áfram ferð sinni til Omaha. Ef vindinn lægir, ættu að vera komnir innan 3 klukkustunda, sagði herra Fogg. Sleðið þaut nú yfir hjarnið. Ferðalingunum fannst eins og þeir væru að renna á ísilagðri tjörn. En þeir höfðu ekki hugmynd að í raun og veru voru þeir á ísilögðu vatni. Ekki fyrir þeir heyrðu undarlegt brak og bresti. En brá heldur en ekki brún og brakið undir þeim hélt áfram að magnast. Nei, veistu nú bara hvað, sagði Fogg. Við erum á ísulögðu vatni og ísinn undir okkur allstaðar ekki jafn þykkur. Þetta var einmitt það sem Passepartout óttaðist mest. Þeir voru vissulega í klípu. Hvert átt að stýra? Hvar tók landið við? Það var ókleift að sjá nokkur mörk á snjónum. Hann kom auga á tré og ákvað að stýra í áttina að því. Tré get ekki vaxið á stöðuvatni, það vissi Passepartout. Brakið í ísnum boðaði ekkert gott. Vindinn lægði, urðu þeir að ýta sleðanum áfram og enn voru 100 metrar eftir til strandar. Skyndilega brast ísinn undan fótum Passepartouts og þegar Fogg reyndi að ná til hans, lét ísinn líka undan honum. Þeir sukku upp undir hendur í ískalt vatnið, en tókst samt sem betur fer að halda sér í skörina. Sveiflaðu fótunum svo blóðurásin stöðist ekki, hrópaði Fogg, og svo skiptust þeir á að kalla. Hjálp! Hjálp! En enginn heyrði til þeirra. Það var heldur ekki við því að búast. En ekki var öll nótt úti enn. Stór og lubbalegur hundur kom hlaupandi í áttina til þeirra. Mikið ertu góður hundur, sagði Fogg og greip reipið. Hann fann að einhver togaði í hinn endan og honum tókst að koma sér upp úr vatninu. Síðan hjálpaði hann Passepartout líka upp úr. Þeir fikruðu sig lötur hægt áfram á maganum eftir stökkum ísnum og reyndu að jafna þunga sínum sem mest á flötinn. Þeir stigu á land, hittu þeir fyrir gamlan veiðimann sem fagnaði þeim ákaft. Komið heim með mér í bjálkakofan minn, sagði hann. Það tími til komin að skipta föt og fá önnur þurr. Þeir komið heim til gamla veiðimannsins, vafði hann mörgum ábreiðum ferðalangana og gaf þeim sjóðheitt te að drekka. Það var hlýtt og notalegt í kofanum og innan skamms voru þeir farnir að segja gamla manninum frá öllum ævintýrunum.